Þeir eru ekki komið inn til Grindavíkur og ná í bara 3 stig, bara hvernig metur þetta? Þetta voru mjög verðskulduð stig. Mér fannst við fyrir utan fyrstu mínúturnar í fyrri hálfleik og fyrstu 2 mínúturnar í seinni hálfleik vera miklu betra lið á vellinum og fyrir mér galið að þessi leikur vinnst bara með einu marki. Byrjið báða hálfleikana svolítið illa, 2 mínútur eiginlega liðnar af báðum hálfleikunum þegar fáið okkur mark, komið ykkur samt aftur inn í leiki með 2 mörkum, bara, þetta eitthvað samt að laga fyrir næsta leik? Já, vilt aldrei fá það en við erum bara hérna í einhverju fyrirgjöf hérna, komum upp að endamörkum og sendum fyrir og þannig að þú veist að segja að við hefum byrjað illa, skilur þú veist, að byrja illa að fá þessu mark á fyrstu mínútu en við erum í færi hinum meginn og svo fáum við markið andliti. Og svo erum við alveg finnst mér við bara klárir í seinni hálfleik þegar við byrjum og erum bara svona einhvern veginn að leyfa þeim að vera með boltann og svo þetta svona happening, við dekkum illa inn í teig og þá voru þeir búin að skora 2 mörk. Já, þú veist, auðvitað ræðið það, við meðum ekki verið að fá okkur mark á fyrstu mínútunum í hverjum leik en hérna, það bara, já, eitthvað sem svo sér, þarf að laga. Það var kannski að koma hingað, verður kannski erfitt fyrir liðið í sumar að koma hingað og ná í 3 stig? Já, klárlega og þess vegna er ég mjög ánægður með liðið mitt að hafa sýnt svona mikla yfirburði í leiknum og verið svona mikið betri aðilinn, það er hérna hægara sett en gert og ég fannst hérna völlurinn alltaf þurr og svona boltinn ferðast hægt en frábær völlurinn samt, sko mjúkur og fínn og sléttur og þannig að það var hægt að spila fótbolta og svona maður hefði viljað hafa hann aðeins blauðri en já, það verður mjög erfitt fyrir að liða að koma hingað. Það er svolítið mörkið ykkur, sko, 4 mörk, 2 mörk og svo aftur 4 mörk í dag, þetta er eitthvað sem þú ert ánægður með? Já, klárlega, sóknarleikurinn hefur verið sterkur og við höfum verið að skila mörkum sem var kannski ekki þess að hella okkur í fyrra, var ekki oft sem við skorum 4 mörk einum leik í fyrra, ég held aldrei. Þannig að við erum búin að gera það 3 í sumar sýnir að við erum að gera eitthvað rétt sóknarlega. Hvað bara fannst þér bara skapa þetta, eða bara skóp sigurinn í dag þínum mati? Já, við varum bara taktist mjög sterkir. Við komum úr leik á móti Keflavík þar sem við fáum okkur 4 mörk í fyrri hálfleik þar sem já, statistíkin segir kannski að það var ekki verið 4-1 en við vorum ömurlegir í taktiska hlutunum á leiknum. Við bættum það svakalega í dag og mér fannst við bara frábæri sérstaklega fyrir áleik í hvernig við stjórnum leiknum og hvernig við nálguðumst það. Þannig að ég er bara, já, taktískt og hvernig við vorum að hugsa leikinn og hvernig við vorum að hugsa hlutin á boltanum, það var bara frábært. Það minnum við Fylki í næsta leik og það var kannski gott að vera búin að ná í sigur eftir tapið í leiknum á undan, bara hvernig metur núna bara framhaldi og kannski byrjunin á mótinu? Bara allir að vinna alla einhvern veginn og þessi byrjun á mótinu er bara mjög skemmtileg. Ég held að þetta verði svolítið mikið svona og sem er bara frábært og þess vegna eru bara, manni líður svona eins og hver leikur skiptir rosalega miklu máli þegar þetta er svona en þegar öllu botni hvolft þá er þetta langt mót og svona einhvern veginn, það þarf ekki nema 2-3 sigra og þá ertu búin að fara upp helviti mörg sæti, þannig að maður það bara, við þurfum að halda okkur á jörðinni eftir þetta var góð frammistaða, alls ekki ásættanlegt að fá þessi 3 mörk hérna hvernig leikur spilaðist, þannig að við þurfum að laga það, þá er ég bara mjög spenntur fyrir næsta leik og framhaldinu. Ánægður með, fékkst svona smá fólkina frá norðan í stúkuna og vorum smá leitir? Já, bara frábært og ég saknaði aðeins stuðningsins í búanum í síðustu helgi þar sem við reyndar áttum ekkert skilað að fá mikið stuðning en svona ég hefði viljað fá aðeins fyrir fólk á völlinn og hvetja ykkur áfram. Eitt leikmaður sem ég spurði, Rafael Viktor, bara hvernig staðan honum? Rafael Viktor er meiddur, er í skaust til Portúgal í eina viku í smá endurhæfingu og sem að vonandi skila því að það er stutt í hann. Hvernig er hans bara staðan á hópnum? Bara frábær, ég held að Rafa og svo bara Fannar Daði sem einu sem eru meiddir, þannig að aðrir eru heilir og við lítum bara nokkuð vel út líkamlega. Siggi, takk fyrir gangvel. Takk fyrir.